Já, komið sæl og blessuð, velkomin í Bridge-þátt samstöðarinnar sem hefur endar legið niðri í svolítinn tíma vegna þess að páskafríið kom í veg fyrir að við getum verið eins mikið í loftinu eins og við myndum kjósa, en það mjög margt að baki og mjög margt spennandi framundan í keppnis Bridge lífi Íslendinga. Og það komnir tveir góðir gestir sem geta hjálpað mér við að rekja það í ýmsu máli. Það Matthías Imsland, framkvæmdastjóri Bridgesambands Íslands. Hann hér kominn og ertu velkominn, Matthías. Já, takk fyrir það. Og Magnús Eiður Magnússon, starfsmaður Bridgesambands Íslands, kennari og landsliðsmaður. Velkomin báðir. Já, takk fyrir að bjóða okkur. Alltaf gaman að fá ykkur. Það svona þannig með eiginlega alla svona íþróttaþætti að það kannski einhver svona host og svo hann með svona fasta kúnna sem að fara yfir sviðið og Matthías, þú nú að vera svona fasta kunni og alltaf gott að hafa þig og Magnús, það búið að vera gaman að fá þig í þessi skipti sem að þú hefur haft tíma til að mæta. Og núna margt að ræða. Ég ætla að byrja á að segja ykkur það hlustendur og áhorfendur að þátturinn tekin upp á 5. sem þýðir það að það hafa gerst hlutir núna frá því að við spjöllum saman og að þeim tímapunkti sem þið eruð að fylgjast með þessum þætti sem við vitum ekki hvernig þróast. Ég vil halda þess til haga vegna þess að við ætlum að byrja á því að ræða úrvals keppnina í Bridge undir hatti rafíþrótta Símans og við vitum sérst ekki hvernig úrslita viðureignin fer annað kvöld, en við ætlum að leika okkur aðeins með að spá fyrir það hvernig hún fer og þið getið annað hlegið á okkur eða hugsað með ykkur, já, þeir voru naskir þarna. En Matthías, áður en við förum í þennan spennandi leik sem að nú að baki í huga áhorfenda, en hann eftir þegar við tökum þetta upp, bara svona, hvernig kom þessi hugmynd til? Vegna þess að mér finnst þessi úrvalsdeild, þetta mót, hafa verið alveg gríðarlega sterk viðbót við annað í Bridge heiminum. Sko, þetta var eiginlega til bara á samtali milli rafíþróttasambandsins og Bridgesambandsins. Við vorum búin að velta fyrir okkur lengi í einhvers konar samstarfi. Já. Og svo sáum við að skákin fór með svona sambærilegt verkefni í gang. Og það var eiginlega svona kveikjan að þessu sko að þetta samtal sem við áttum við rafíþróttasambandi sko, þeir höfðu áhuga að prófa og við náttúrulega vildum auka áhorf og sýnileika Bridge íþróttarinnar. Svoleiðis að það var eiginlega svona kveikjan að þessu. Já, og þegar þú sko leggur upp með þetta í fyrra sumar einhvern tímann, sástu þá fyrir þér að yrði allur veturinn eða byrjaður bara með eitt mót í huga? Við byrjuðum í raun og veru með 2 mót, annars vegar haust í fyrra og síðan vor núna. Já. Og ætluðum síðan að taka stöðuna hvernig það hefði gengið. Hugsunin var þegar við lögðum á stað sko, við ætluðum að vera með þetta ekki of djúpt, heldur við ætluðum að gera þetta skemmtilegt sjónvarpsefni fyrst og fremst. Gera þetta skemmtilegu efni fyrir áhuga fólk Bridge. Ekki missa okkur í kannski að fara í ómikla flækjur. Í ómikla flækjur sem gera það verkum að einhverju 10 skilja. Já, og það kannski ekki jafn skemmtilegt sjónvarpsefni, svo við höfum reynt að hafa þetta svona dálítið breytt og hafa þetta skemmtilegt og svona líf og fjördaldið í útsendingunum og semst það mest margt hafa gengið vel. Við lögðum á stað með því sko hugafari að þetta verður að þannig að það var ýmislegt sem væri hægt að gera enn betur, en markmiðið var bara að láta ganga. Að útsendingarna sem myndi ganga, þetta væri skemmtilegt. Það ekki allt og hallarislegt, ekki allt og amatörist? Já, nákvæmlega sko. Af því að þarna ertu náttúrulega ekki með fagmenn, þú ert ekki að smella fingri og fá bara vana sjónvarpsmenn með þér í lið. Nei, og algjörlega sko, en mér veist útsendingarnar hafa gengið mjög vel, það svona hafa komið upp svona stundum kannski eitthvað hiccup sem við höfum kannski ekki einu sinni ráðið við sko, eitthvað svona varðandi tengingar eins og við inn á sjónvarpi Símans og svoleiðis. Svoleiðis að svona ef maður súmar þetta saman sko, þá hefur þetta gengið mjög vel, en þetta er alveg svona mikið utanumhald og þetta er mikið tími og svo framvegis sem fer í þetta.
Það eins og kannski þú þekkir sko að þá bara koma þarna og menn þurfa að mæta einhverjum tímum fyrr, menn þurfa að setja upp stúdíóið, tæknimaður þarf að mæta einhverjum tímum fyrr. Þetta hópur af fólki sem vinnur þarna ósýnilega vinnu klukkustundu saman. Já, og þetta sko eins og bara stúdíóið sjálf sko, sérst öll tæknivinnan sem þar. Það þarf að koma, það þarf að setja upp leikinn, það þarf að tengin á YouTube og það er tengin á Twitch og inn á sjónvarp Símans og það þarf að stilla allar kamerur, þarna eru 4 kamerur sem eru skipt á milli og svoleiðis að þetta svaka batteri að sjá og kannski meira eldur maður áttaði sig á þegar maður fór á stað en Já, einmitt. Og þú varst kannski aðeins búin að koma inn á kennsluþáttin í þessu en kannski fórst það fyrir að þetta náttúrulega alveg, þessi þættir hafa verið frábært kennslutæki. Þeir hafa verið það sko og náttúrulega Maggi sem hefur kannski verið oftast í útsendingunum að hann hefur náttúrulega lagt upp með það að geta komið að svona smá kennslu með. Að því við höfum líka orðið var við það í svona kannski eftir útsendingarnar að það er fólk sem hefur áhuga að læra bridge, hefur verið að horfa, fólk sem hefur kannski farið á nýlega námskeið og þetta hefur svona orðið hvati til þess að það sem aftur farið að spila heima, einhverjum heimabridge og svo framvegis. Svoleiðis að það er mjög gott að nota þetta sem svona bæði kveikju að ýta undir áhuga og líka svona koma að einhverjum gullmálum sko varðandi spil sjálft. Já. Og Magnús, sko, þú ert nú búin að vera mjög flinkur í því að fara yfir allt sviðið. Þú ert bæði að skýra sagnvenjur, þú ert að skýra kerfið í vörninni, aðferðirnar við að kalla, frávísa og fleira. Og svo ertu eldfljótur að sjá framvindu spilanna og það búið að vera gaman að sjá þig langt á undan manni sjálfum koma auga á skvísmöguleika og eitthvað svoleiðis. Giska hvað ég gera og svona. Já, ég giska hvað ég gera. Þú hefur haft gaman að þessu. Er það ekki ein ástæða þess að þú sprungið svolítið út í þessu hlutverki? Sko, ég var búin að lýsa rosalega mikið. Já, hérna í gamla daga? Já, ég var á, sem sagt, þegar Bridge Space var að byrja, þá voru svona nokkrir stólpar kringum, það var gaur sem heitir Roland Wald á Dani, hann fættin frá og hann var svona koordinator yfir útsendingum á Bridge Space og ég var svona einn í því liði sko, þannig að ég hafði lýst rosalega mikið en það var náttúrulega bara keyboard bridge skilur maður var ekkert að tala í mikrofón og það var kannski aðeins meira tæknilegt, þá var maður bara að fara þú veist, maður var kannski að lýsa heimsmeistaramótum eða Evrópumótum og svona þannig að ég var nú með smá reynslu í því að lýsa sko ég hafði líka verið sko í Stockholm þegar ég bjóð þar þá voru einhvern tíma Svíar að spila og ég var búin að vera við vorum eitt sal í klúbbnum og lýstum frá Bridge Space fyrir Svíjana sko, sem vildu koma og horfa á hann ég var aðeins búin að gera þetta Og þú finnur fjölina þína vel í þessu, þér finnst það skemmtilegt? Mér finnst það rosalega gaman og þetta er náttúrulega alltaf spurning hvaða pól maður tekur í svona verkefni en við Matti erum alveg sammála um það að ég get ekki verið bara þarna að fara ykkur að rosalega djúpar kerfispælingar og eitthvað sem er á landsliðsklassa, það er ekkert hægt að tala um það sko, þannig að við höfum bara reynt að fara að taka þennan pól, að vera léttir og hafa þetta gaman. Sko ef það eru 1000 manns sem fylgjast með svona útsendingu, eða 10.000 eða hvað ég á að segja, ég veit það ekki, það er erfitt að mæla það. En segjum bara að þessi 1000, þá myndi ég áætla að þessi bestu sem skilja allt, þeir séu svona 40-50. Þeir séu ekkert mikið fleiri en það. Þá eru 950 eftir sem þarf að hjálpa svolítið. Þannig að það svona segir manni sko hvaða nálgun hentar flestum. Ef þú ætlar að vera sko sérfræðingur sem tala bara við sérfræðingana, þá held ég að þetta væri löngu hætt þessi tilraun. Það væru allir hættir að horfa. Þetta er bara alveg klálega rétt hjá þér. Jú, það er þannig sko að við erum að horfa á massan og við erum að tala til massans. Það er þannig, það er náttúrulega mjög gaman, þú veist þegar til dæmis eins og Maggi er að lýsa, sko hann getur verið með eitthvað svona skemmtilega fléttur, þannig að bestu spilararnir sjá svona skemmtilegt sjónsefni fyrir sig þar, en við erum fyrst og fremst að horfa á massan,
bara fá áhuga fólk bridge Já. og einhver sem hafa áhuga bridge Já. geti svona speglað sig í því sem fer þarna fram. Já. Það þannig ef þetta væri orðið of eitthvað svona tekníst og ofþúnd, þá myndum við bara missa massan. Já. Þá væri það bara ekkert skemmtilegt sjónvarpsefni fyrir massan. Svo það samt ég hef svona verið aðeins að velta því fyrir mér hvort við gætum þróað þetta konsept aðeins, hvort við gætum klift oftar yfir á parið. Þetta hlýtur alltaf að vera í skoðun. Og svo maður líka velta fyrir sér sófanum þarna, hvort hægt að taka einhverja umræðu bara við sófan á loknum leikjum, einhvers konar greiningu, hafið þið spáð í það? Já, það þannig að okkur langaði að til dæmis eins og með sófan og það að vera með ykkur umræðu og það á plani ef við höldum þessu áfram að reyna að gera svona, vera kannski byrja útsendingu eða enda útsendingu eins og þú segir í svona einhverju spjalli þar. Þá getur líka bætt við auka gesti. Algjörlega og svo náttúrulega það þannig ef við horfum á hvernig til dæmis Evrópumót og svo framvegis fara fram, þá það mennur farnir að segja á tölvur og svo eru svona myndavélar orðið við hvert sæti. Svo þess að það til staðar tækni til þess að gera svona bæta ýmsu við. Fyrir svona að fá þá í mynd. Já, fá þá í mynd til dæmis og svo framvegis og við höfum séð til dæmis eins og á þessu forriti sem við erum að nota Real Bridge, þá eru myndir af spilurum, þær eru bara ekki alveg nógu skemmtilegar og það kemur bara ekki alveg nógu vel út í útsendingu til þess að við höfum farið þá leið að gera ekki en tæknin alveg til staðar. Já, þetta allt saman spennandi hugmyndir. En ég ætlaði einmitt að koma að þessari stóru spurningu, liggur fyrir hvort þetta haldi áfram næsta vetur? Það ekki orðið alveg 100% ljóst. Við erum núna í samtali við Rafíþróttasambandið varðandi framhaldið og svo erum við bara að taka saman hjá okkur hvernig þetta hefur gengið og hvort bara við höfum svona resursa í að halda þessu áfram en þetta mikið utanumhald, þetta eru margar hendur sem þurfa að koma að þessu og það þannig að þeir sem eru í þessu, þeir eru að skuldbunda sig ansi mikið í langan tíma. Þetta eru föstudagskvöld, til dæmis bara Anna Gulla sem hefur verið tæknistjórinn okkar. Það ekkert smá ræði að vera bara meira að minna öll föstudagskvöld föst í ykkur stúdíu, ekki bara kvöldin heldur bara strax til vinnu, en þess að hún þarf undirbúið útsendingu. Svoleiðis að þetta er mikil... 9 föstudagskvöldi í þessum legg eitthvað sluðs, ekki? 8 eða 9? Jú. 8. núna. 8. núna, sem var í fyrradag en sem annað kvöld á okkar tíma. Á okkar tíma. Já, Magnús, hvað segir myndir þú telja mikilvægt að halda þessu áfram eða ertu orðinn hundþreyttur á þessu? Nei, ég mjög gaman að þessu en þetta náttúrulega spurningum svo veist, að fá bakhjalla kannski bak við þetta einhvern veginn. Já. Þannig að við þurfum að fjárhagslega bakhjalla. Já, við þurfum að skoða stöðuna þessu. Bridgesambandið getur ekki verið að standa bara einn að þessu forever. Þannig að við sjáum hvernig það fer hjá okkur. Mér langar bara að tala við ykkur sem eigi fyrirtæki og búið yfir fjármagnu og vilji styrkja Bridge-hreyfinguna núna. Það ég held að sé bara mjög góð auglýsing fyrir þig og þitt fyrirtæki að þú vilt leggja fram pening fyrir mót eins og þetta. Og við sjáum þetta í skákinni, strákar. Menn að sponsa skákina. Akkur ættu ekki eins að sponsa Bridge-in. Hvað eru 20.000 Bridge-spilarar og mikil stemning og bara stuð? Já, það þannig eins með Bridge-ið að við höfum séð það að bara ef við tökum fjölda sem að spila og bara til dæmis það sem við höfum umfram líka marga aðra til dæmis bara þessi dagspilamennska. Við erum að sjá það að fleiri hundru manns og stundum upp í og yfir 1000 manns að spila í hverju viku á daginn út allt. Það eru klubbar sem að spila frá klukkan 12 og frá klukkan 1 tveir í Reykjavík og einn í Kópavogi og einn í Garðabæ og einn í Hafnarfirði
upp í Mosó, Reykjanesbæ og Akureyri og bara út all land. Svoleiðis að það ég held að fólk átti svo oft ekki á því sko, hvað það eru margir. Bara fjöldin mikill sem að spila. Svoleiðis að svona auglýskalegt gildi og samstarf væri alltaf mjög gott fyrir báða aðila. Engin spurning. Bara hvetjum ykkur til að fjárfesta í Bridgesinum. En þessi loka viðureign, þú ert að taka þátt, þú ert að spila. Ég er inn á, já, við töpum sem sagt á föstudaginn fyrir viku. Þá töpum við, en við vorum bara ekki búin að tapa áður. Nei, þið töpuðu nokkuð samfærandi. Já, við vorum bara jarðaðir. Sko bara segja svo Matthías sagði í útsýningunni, þetta var bara verkun, ég man ekki hvernig hann orðaði þetta. Og við skulum rifja það upp fyrir þeim sem veit ekki hvað við erum að tala um að þú ert í sveit Grant Thornton og það var sveit Gunnlaugs Sævarssonar sem raskilti þig. Sem við vorum búin að vinna áður. Já. Eina tap þeirra í mótinu var á móti okkur, þannig við erum að spila við þá í þriðja sinn. Þegar vorum við að skipuleggja þetta mót og að taka þessa ákvörðun að breyta frá venjulegu bridgemóti þar sem allir spilaði alla og svo kannski eitthvað svona úrslitakeppni í bara plain bikakeppni með smá svona krúsidúlum að sveitir gætum fræðilega sé mæst þrisvar og það gerðist. Sveit Grant og Gunnlaugs mætist þrisvar. En þeir eru náttúrulega búin að leita út fyrir landsteinana í sveit Gunnlaugs og þeir eru konum með norskan meistara og hálfnorskan. Já, þetta svona hálfparti svindl. En það er bara gaman að því, við vorum með færingarna í svo móti og ég bauð einni annari norskri sveit frá Förde. Og þeir voru búin að segja já og svo allt er bara hættur við og þannig að þú ættu að bæta annari sveit við og svona. Ég meina spurningu handa þér. Þegar þú áttir 7 punktana í síðasta leik á móti innákomu á einu Grandi, gat Grandi verið alltaf 18 punktar. Já. Veldur því eitt andartak fyrir þér að gefa træ í 3 grönd eða var passið bara? Já, ég vil nú ekki fara djúpt yfir ástæðan, ég gerði það ekki, en það var, opnunarliturinn minn var svo lélugur. Já. Ég átti áttuna og svo fjórlit í tígli og hann hafði opnað á tígli sem er að lofaði fjórlit. Og bara til dæmis eins og þau ert komin á kannski svona, þau ert að meta svona, ef ég átt bara 10 eða eitthvað eða 9 í tígli þá var ég hugsanlega gefið áskorun. Ég tók þessa ákvörðun því ég átti 8 en þá átti gaurinn sko sem átti út, makkir hins, gosa 9 stakt. Einmitt. Þannig að þetta eru svona ákvæmnu borðið sem voru ekki góð, þetta bara tókst ekki, en þú veist, það er svo sem ekki þetta gaggrina menn fyrir að passa með 7 punkta á móti Grandin að komu, en það var nú bara það close spil að það sem ég hugsaði borðið allavega. Já, ég elska að fá þessar upplýsingar frá þér, sko, alveg niður í 8. Já, sko, þegar hann á fjórlit og 9 og 10 til staðar með fjórlitnum, þá er 8 ekki lengur stoppur. En leiðu út komið með 9 eða 10 og það kemur ykkur drottning eða góðsinn annar út og það er miklu sterkari blindur. Alla svona pælingar er náttúrulega eitthvað sem maður búin að glíma við í þessi 30 eitthvað ár sem maður búin að spila og svo bara tekum þetta ákvörðum borðið og svo bara vissum maður game. Þetta er náttúrulega hluta því sem er svo skemmtilegt við bridgespilið. Að því það er svo mikið af sko, svona marginal ákvörðunum. Einhverjum svona túlkunum sem geta kannski bara verið mismunandi eftir tilfinningu og svo framvegis. Svoleiðis að þetta kannski býr til sko svona sveiflur og eins og í þessu tilviki sko það er ekki að segja þetta hafi verið rétt eða röng ákvörðun. Nei. Þetta er bara svona þetta er svo marginal svona túlkun við borðið. Það er líka bara svo heiðalegt að sko fá þetta svar frá Magga að það sé ekki random, að það sé ekki tilviljun, heldur bara spilar, þú veist hvert þú ert að fara og ef það tekur 1000 spil þá ertu með einhverju niðurstöðu af því að þú veist hvert þú ert að fara og þá erum við ekkert að velta því fyrir okkur einstökum spilum, bara þú byggir þessi 1000 spil á ákveðnum grunni, þekkingar og næsta spil ekki satt? Svo líka, þú veist, við hvernig ert að spila eins og við erum með dálítið aggressívan stíl og við jafnir komum inn á Grandi á 14 punkta þegar við teljum það rétt. Þú þarft líka að taka það sko svona bakvið eða þú ætla að fara að gefa harðar áskoranir stundum með makkir að tegja sig
En svona þetta. Já, en vel að merkja, þetta eina spilið sem að ég horfði á þessum 14 sem að svona mér fannst að ég gæti spurt þig einhverja spurninga ekki að orka tvímælis, ég vildi bara fá að vita hvað varst að hugsa og takk fyrir að upplýsa það. En þá það nú hérna svona áður förum í næsta umræðefni, Matti, hvernig heldur þetta hafi farið í fyrrakvöld eða svo í okkar tíma á morgun? Ég spáði nú rétt síðasta leik. Ég svona hafði þá tilfinningu að Gulli myndi vinna það. Já, hans stund. Var aldrei hans stund. Það þannig að ég held að þetta verði mjög jafn leikur núna. Mun jafnari. Já. Og ég svona hallast að því að ég myndi giska að Grant myndi hafa þetta með einhverjum mjög litlum mun. Það mín tilfinning, bara eftir mikinn spennuleik. Já, hvað gerist það jafnt eftir 14? Þá bara aldrei áfram. Bara eitt spil í einu? Eitt spil í einu. Þangað til einn impi geti bara ráða úrslitum. Og það delay á þessu? Já. Þau eru ekki að spila í rauntíma, þau eru ekki að sjá spilin í rauntíma. Þannig að það líkurnar á svindli og svona eiga að vera minni og allt það. Já, það er þannig, það er delay upp á eitt spil. Já. En ekki það að við höfum neinar áhyggjur yfir höfuð af því, það er bara ef það væri milljarður í peningavelun þá væri full ástæð til að hafa einhver áhyggjur. Já, en kerfið bara það er svona, það býður upp á þetta með þessum hætti og það líka bara veitir okkur svigrúm í útsendingun og svo framvegis. Svo það er nú kannski ekki það að við höfum ágjör að einhverju sé að kíkja á skjáin eða neitt svoleiðis. Nei, akkurat. Já, fyrst þú spáir þessu, þá ætla ég að spá hinu. Að maður hefur fylgst svolítið spenntur með Gulla og Vigni og þeir eru augljóslega að eiga svolítið gott partnership núna í vetur. Algjörlega. Og ef þeir verða þeir Aron og Turkil eða hvað hann heitir, verða þeir hinum einn, já. Liggur það fyrir? Já. Ok. Já, það er hörkupar. Ég ætla bara að spá því að Magnús tapi þessu með 2 impum. En ég ekkert að segja, ég voni það. En hvað heldur þú sjálfur, Magnús? Ég approacha spilið bara nánast alltaf þannig að ég sest bara niður og spila. Já. Ég hef alltaf gert það, svo bara kemur þetta í ljós. Ég myndi segja að við værum favorite, betri sveit, en þeir eru sérstaklega þetta par, Aron og Torkil, eru alveg rosalega hættulegir. Og þetta eru 14 spil og þeir bara eins og í síðasta leik, það var eiginlega alveg sama hvað við gerðum hinum en ég og Bessi, við eiginlega gátum aldrei unnið hennar leik. Nei. Þeir voru svo miklu stuði. Já. Þannig ef það gerist aftur, þá bara tapa maður. Brits nú bara þannig uppið, Svo man ég eftir einu spili á hinum, annar þeir opnað á 2 gröndum, ekki neitt, einhvern handónum til 6 lit og hinn fórnaði 5 tíkla, var það ekki, eða 4 tíkla. Yfir 3 gröndum, utan hættu, kostaði lítið. Það voru svona taktar, en kannski var það ekki Brits. Jú, mér finnst það góður, Já. Aron hann er mjög betri spilar í dag heldur en þess að hann flutti til Noreg, Já, enda náttúrulega finnur það þegar maður spila mótunum. Já, norskt Britslíf alveg bara á hæstu hillu, það ekki? Jú. Ég myndi segja það, að svona í dag, þá eru normenn örugglega bara með mestu Brittina, allan í Evrópu, Það er bara gríðalegur fjöldi á góðum spilurum í Noregi. Já. Og það eru Gunnar Björn Helgason, er hann ekki Helgason? Hann er Lísa. Hann lýsir ásamt Ómari Olgersinni. Já. Ok. Spennó. Áfram Britsinn bara, vonandi heldur þetta áfram undir hatti rafíþrótta Símans. Þetta er búið að vera frábær vetur, mikil skemmtun að fylgjast með. Ég er búin að horfa á hvern einasta leik, ekki alltaf í rauntíma, stundum bara daginn eftir, maður er kannski bara í kvöldurðabúið eða eitthvað, en ég hlakka bara alltaf til þess að horfa og ég passa mig á því að sjá ekki úrslitin hvernig leikurinn hefur farið. Mér langar til þess að upplifa þetta á eigin skinni, mjög skemmtilegt. Við skulum fara úr þessu umræðefni yfir í annað stórmót, Íslandsmótið í sveitakeppni, 12 sveita úrslit, styttist í það. Þar náttúrulega rann blóð í stríðum straumum í undakeppninni, ekki alls fyrir löngu, og ég er nú einn af þessum blóðugu
endaði í 13. sætinu óvinnsæla, þar sem keppt er 12 sæti til að fara áfram. Ég ætla að biðja ykkur að renna aðeins yfir þessar 12 sveitir sem komast áfram. Og íslenskur landbúnaður. Byrjum á henni. Já, kannski Maggi taki greiningar á sveitirnar. Já, Höskuldur Gunnarsson, Þröstur Árnason, Kristján Már Gunnarsson, Runólfur Þór Jónsson, Guðmundur Þótt Gunnarsson, Björn Snorrason. Já, það er því náttúrulega rosalega óvænt ef að þeir færu í topp 4, sko. Við spilum í 3 daga allir við alla, 11 umferðir og svo sem 4 efstu halda áfram á sunnudeginu. Einmitt. Það snýst nú aðalum að komast í það. Er þetta, dagsetningin er þarna Já, þetta er sérst eftir 2 vikur, þetta er svona, hvað er það, 23. cirka? Já. Það byrjar á 50 daginn. Sumardaginn fyrsti. Já. Akkurat eftir 4 daga. Já. Þannig að þeir mega vel við unna hafa komist í topp 12. Mjög gott. Þessir. Hafa oft gert það á þessu góðra. Já, sveitur á Suðurlandi. Eina mörgum sem komst áfram utan landi. Já, algjörlega. Ég myndi segja, sko, þetta er sveit sem er sko af þessum 12 sem svona líklega vera þarna í miðjunni af þessum 12 sko, svona berjast kannski sæti svona 6 til 9 eitthvað svoleiðis. Já, við erum með einn gæja þarna sem hefur verið í landsliði Íslendinga, Kristján Már Gunnarsson. Hann og Gulli spiluðu Norrlandamót. Já, einmitt. Heyrðu, næsta sveit, stórsveitin Infocapital, sem að rústaði þessari undankeppni bara, svo undir tók í fjöllunum. Hvað segir þú, Magnús? Eru þeir langlíklegasti til þess að vinna í Infocapital? Já. Ég myndi nú segja að það verður líklegast. Þótt þú sért í annarri sveit? Ég veit ekki hvort þessu er langlíklegastir, en þetta var bara síðasta spil í fyrra. Já, einmitt. Sem þeir unnu þetta á. Það var ekkert smáraðis móti í fyrra. Nei. Við klúðruðum þessu í síðasta spili. Þú Bessi? Já, það var svona, kannski. Sveitin, sko bara segja sveit. Þetta snýst allt. Það snýst ekki einstaklinga, þetta snýst sveitir. Sveitin allavega, gæti gert betur. Já. Sko það er Matthías Þorvaldsson og Bjarni H. Einarsson, Aðsteinn Jörgensen, Birkir Jón Jónsson, Ragnar Magnússon og Sverrir G. Ármannsson. Þetta er svona allt saman kvíðvænlegt að setjast við hliðina á öllu þessum mönnum. Já, og þetta er náttúrulega, sko, ég held að sé alveg kristalltært, sko, hvað sem þeir að fara að vinna eða ekki. Já. Þá er þetta eina af þessu 4 sveitum sem fer áfram í úrslitin. Já, annað kemur mjög óvart. Ég held að sé bara núna útilokað að það gerist. Já, og náttúrulega landsliðsmenn alveg vinstri hægri, sko. Nú, ég hafði nú gaman að því að mínir menn fyrir norðan í sveit Akureyrar kæmust áfram. Ég var nú í þessari sveit, sennilega áratugum saman. Og þeir léku sér að því að komast inn. Þeir Frímann Stefánsson, Reinar Helgason, Sveiti Pálsson, Jónas Róbertsson, Kristján Þorsteinsson og Páll Þórsson. Það vantar hérna Pétur Guðjónsson sem hefur nú yfirleitt verið svona sterkur og akkeri. Ég hef nefnilega smá insight upplýsingar núna. Að tím Akureyri er búin að fá undanþágu. Til þess að Páll getur ekki spilað til að skipta betri og Pétur er komin inn. Já, þetta eru nú heldur betur fléttir. Svoleiðis að þeir eru konir með svona eiginlega gamla gengið allt saman. Ég ætla að spáða sigri. Í öllum mótunum? Já, ég ætla bara að spáða sigri núna. Nú ætla bara að spá því að þessi gæjar vinni úrslit Íslandsmótsins í sveitakeppni. Þeir voru hársbreytt frá því að vera bikarmeistarar í fyrra, komast í úrslitaleikinn og þeir hafa stundum verið sko mjög nálægt í að fara alla leið og Pétur Guðjónsson hefur að minnskosti 2 orðið Íslandsmeistari í sveitakeppni með mér í bæðiskiptin. Já, skemmtilegt. Og ég held að með þessum upplýsingum að Pétur Guðjónsson komið aftur inn gríðarlega sterkur spilari. Við varum átt okkur því að hann er svona guðfaðirinn fyrir norðan. Hann er það er hann. Og þegar ég var til þess að byrja og fekk að spila við hann í 1 ár og maður kannski skilur ekki alveg hvað maður lærði af því, sko. Þannig að ég ætla nú samt ekki að spá sigri, þú veist nú dálítið bjartsýnn, finnst mér. Já, ég er óskikja hjá mér. En þetta er definitely sveit sem á að vera að berjast að komast í topp 4 og þeir hafa gert það undanfarin ár. Nokkru sinnum verið í topp 4. Við vorum í topp 4 og tókum bronsið, svipaður hópur, ekki bara 2 ár síðan? Þegar Grant komst ekki áfram til þess? 2 eða 3 ár síðan. Já,
Einmitt. Já, nei, það kannski óskikja hjá mér Norrlendingnum sem bjó 25 ára á Akureyri að þeir færi alla leið, en þeir gætu það. Já, það er mögulegt. Það já, gætu það. Svo það hérna Munus SF. Hvað heitir þetta sveit, Matthías? Þetta fyrirtæki sem Sigrún Harðarsson á já. og að sponsora sveitina. Já. Og hvers konar fyrirtæki þetta? Hann með svona tölvu aðstóð. Já, ok. Þá Sigurjón búinn að ávaxta sitt pund og fá umræðu fyrirtækið og þetta þið sem fyrirtæki einmitt að hugsa. Heyrðu, þetta var nú flott hjá okkur að komast áfram. Þú ert sannsagt í þessari sveit, Matthías, og spilaðir við hverja? Við spiluðum saman í sveitinu, við spiluðum meðal svona allir við alla, já. Og þarna erum við með Ólaf Steinarsson og Ólaf Sigmarsson, Kristín Kristinsson og Sigrún Harðarsson og svo varum við með heimsmeistara með okkur. Já, spilaði hann undankeppnina? Hann spilaði síðustu leikina. Já, hann Guðlaugur R. Jóhannsson. Já. Og verður hann með okkur líka í? Hann verður trúlega ekki með í úrslitunum. Ok. En var ekki gaman að hafa eina svona risakempu heimsmeistara frá 91? Já, algjörlega, og líka þegar við skráðum sveitina þá pössum við að hafa hann fyrstan í röðinni. Sá allir hann fyrst, sko. Já, ég veit. Svoleiðis að við fengum margar spurningar. Akkurat. Svo það sveit Kalla, Sigurhjartar. Já, ég ætla svona bara að segja það að mér finnst kannski ekki mjög líklegt að fara í topp 4, en það samt alveg mögulegt að þið náttúrulega stuð og stemningssveit og stundum helvíti erfitt að eiga við ykkur. Já, við gerum okkur alveg grein fyrir því að það nú mjög ólíklegt að við séum að fara að gera allavega efstu 4. Ég tel það að þó við séum nú ekkert eitthvað þjárstað eitthvað minnumáttakennd, þá vandalega erum við að fara að berjast svona sæti 9 til 12 eitthvað svoleiðis að ég meina allan að fyrir mig ég gríðarlega sáttur næðum 8. og 9. sætið, það væri bara frábært fyrir okkur. Já. Hvað hefur þú oft persónulega tekið þátt í úrslitum Íslandsmóts í sveitakeppni? Þetta í annarskiptið. Já, einmitt. Ég óska ykkur góð skengis, gaman að þið skildu ná þessum árangri og það getur allt gerst. Já, sveit Karl Sigurhjartarssonar. Í hana skipa Karl, Sævar Þorbjörnsson, Þorlákur Jónsson, Júlíus Sigurjónsson, Snorri Karlsson og Sverrir G. Kristinsson. Þarna komin eina af þeim sveitum, Matthías, sem líklega til þess að fara alla leið og gæti tekið til? Já, absolutt. Þeir verða þarna milli 1 og 5, 6, 100%. Já. Þetta náttúrulega alltaf spurning smáum. Þú veist, eins og ég sagði fyrir 2 árum, þá vorum við bara í 7. sæti Grant Thornton sæti sem hafði alltaf farið í topp 2 nánast í mótinu. Þetta getur alltaf gerst í svona mótum, það er bara gangi illa. En ég myndi segja að þeir var alveg 75-80% sensænt í topp 4. Já. Þetta svo sterk sveit. Mikil spilaæfing innan þessara sveitar núna? Sennilega ekki, en ég var að giska þó ég viti það ekki, en þetta bara þessi gaur að kunna taka slægina. Já. Svo tíminn og vatnið. Þar landsliðsmenninir Ómar Olgeirsson og Stefán Jóhannsson og svo Hlynur Garðarsson, Jón Hersir Elíasson. Þeir eru tiltölulega nýbyrjaðir að spila saman. Guðmundur Snorrason og Kjartan Ásmundsson. Þetta er svona sveitar sem allt getur gerst. Önnur svona topp 6 sveit, mjög líklega, svona 90% líkur endi í topp 6. Það ekki? Og hvort endanúmer 1, 2, 3, 4, 5, 6, þetta bara eins og ég segi, þetta er sterkt mót í ár finnst mér og þetta getur margt gerst. Já, þú ert sammála þessu? Allir? Ég sammála þessu, þetta er svona sveit sem maður hefur séð þá maður hefur séð á lendi í vandræðum. En maður hefur líka séð og bara komast í eftir sæti strax upp að halda því. Ég myndi segja það að það sem þessi sveit svona mín tilfinningar það að þessi sveit þeir þurfa dálítið að hreinsa upp sterkt veikari sveitunar eins og Infocapital að gera. Já. Ég held að sé þannig að þegar spilarar setjast niður á móti Infocapital, kannski þessi spilarar sem í sveitum í neðri
sætunum, Já. þá þau bara metaldið í maganum, sko, nú sé verið að fara að raskella þá, sko. Og Info Capital hefur verið að græða dálítið á því að hreinsa upp þessar sveitir. Svoleiðis að tíminn og vatni, sko, þeir þurfa svona að standa sér dálítið vel á móti, sérstaklega þessum neðri sætum, sko, vera með, sko, góðan grunn þegar þeir eru að taka slægin við best sveitnar. Einmitt. Doktorinn, það sveit sem að hefur náð áhugaverðum árangri í vetur á ýmsum mótum. Þetta eru Ari Konráðsson, Egill Darri Brynjólfsson, Ómar Freyr Ómarsson, Örvar Snær Óskarsson, Þórarinn Ólafsson og Sigurður Páll Steindórsson. Þarna getur allt gerst, ekki? Þarna er sennilega sveitin sem er búin að fara mest fram síðustu ára á Íslandi. Sammála því. Þessi spilarar. Já. Þeir voru Góð alls greining. ekki svona sterkir eins og þeir í dag fyrir nokkrum árum og þetta er það sem getur bara gerst. Því meiri reynslu sem þú færð og því meira svo pælir í þessu eins og Þórarinn, hann pælir voðalega mikið í spilinu og þeir eru að vinna sína vinnu. Þetta er sveit sem getur alveg endað í topp 4. Já, æfingin skapar meistarann. Þetta er svolítið til margsum það. Sammála því, það getur allt gerst í þessum strákum. Nú, Grant Thornton, sveitin þín Maggi, þú spilar við Sigurbjörn Haraldsson og ef við höfum aðeins tíma á eftir þá ætla ég aðeins að ræða landsliðsverkefnið eitthvað framöndan. En þeir eru náttúrulega að mörgum taldir sterkasta par landsins, unnuð Íslandsmóti í tvímenningi, ekkert alls fyrir löngu og eru náttúrulega eru rosalegir. Og svo eru með ykkur Helgi Sigurðsson og Stefán Stefánsson, Gunnar B. Helgason og Guðmundur Halldór Halldórsson. Þið munum náttúrulega gera allt sem þið getið til þess að verða Íslandsmeistarar. Já, það er bara alltaf ein stefna, sko, en þú veist. Já, þetta er hörkulið. Þetta er hörkulið og ég myndi segja að sé alla líkur á því að þessi sveit verði á topp 4 og farið þarna áfram í lokaúrslitin. Grant Thornton hefur stundum byrjað rólega en svo er þetta svona dísilvél þeir halda áfram og í hverju umferð fara þeir upp 1 fyrir sæti og svo allt í einu þegar líður á móti þá eru þeir konur hérna á topp 3. Já. Er þetta rétt lýsing? Já, Mata? Já, kannski. Þeir eru ekki dottið að skipta yfir í rafmagn eða bensín? Nei, þetta er svona dísillinn, hann bara verður að döga. Það er svo erfitt ofta að ríja í þetta hvernig það fer, sko. Það er líka eftir svona í þessari sveit hvaða pör væri í stuði. Já. Við getum þetta nú ekki unnið þetta mót einir, sko. Það er valla hægt, en ef hinn 2 pörin er að spila vel, þá var allt hægt. Já. Og þetta er náttúrulega mikli karakterar í þessari sveit, eins og Stefán Stefánsson og svona. Gríðarlegir, sko. Ég hugsa að vera flestir áhorfendur þarna. Það finnst engum mann á Íslandi jafn gaman að vinna eins og Stefán. Ég hef aldrei kynst bara þannig manni, sko. Ég hafa allir gaman að vinna. Já. En það er bara hans svona líf og yndi. Það er alveg sama hvað er. Bara að vera östur. En það vinnur hann oft. Hann vinnur oft, já. Hann er legend. Hann er það. Heyrðu, svo virkilega gaman að sjá fiskmarkaða Djúpavogs, sveitað austan. Hún komst áfram. Magnús Ásgrímsson, Þorsteinn Bergsson, Stefán Kristmannsson, Eyþór Stefánsson, Sigurjón Stefánsson. Glæsilegur árangur í þeim. Heldur betur og þeir hafa nú áður verið að svona gera usla. Þetta er sveit sem gæti alveg á góðum degi komist í topp 4 og það er þannig, sko, ég held að svona bridge samfélagið á Íslandi að því náttúrulega bridge spila svo víða og víða á landsbyðinni. Ég held að bridge samfélagið haldi svona dálítið með þessari sveit. Vilji sjá þessa sveit svona ná að svona stimpla sig inn. Já, ætli þessi ekki bara alveg rétt hjá þér. Ég alveg dýrka þessa menn. Já. Og þegar ég var að vinna með úrvarsdeildina það var ekki hægt að fá þægilegri sveit inn heldur en þá. Já. Við sveitinnar í Reykjavík, það er allir svo uppteknir og þetta er allt svo mikið ströggstundum. Þeir voru alltaf til. Ég kom í sjónvarpið og bjarga málunum og alveg yndislegir. Og svo er þetta bara hörku spilara líka og það voru gaman að fylgjast með þeim. Já. Okkur finnst það svo flottir okkur í sveit SFG að við fórum og heimsóttum þá, fórum og heimavöld þeirra Austurlandsmótið í sveitakeppni og sem var haldið á Eiðum. Það var mjög gaman að finna taktinn í austfirsku bridgelífi
mjög góð ára yfir því og alveg frábært framtak hjá honum Eyþóri að búa til pakka, flug og gistingu sem að reif ekki augun úr. Þannig að vonandi bara verður meira af því að spilara hér á höfuðborgarsvæðinu fara út á land og taki þátt. Hitti menn eins og þessa í fiskmarkaði Djúpavogs á þeirra eigin heimavelli. Þeir þurfi ekki alltaf að koma til okkar. Já, bara algjörlega. Já. En þetta eru frábæri gæðir. Betri ferðir, Björn Eysteinsson, Guðmundur S. Hermannsson, Gunnlaugur Sævarsson, Vignir Hauksson. Já, einmitt. Hermann Friðriksson, Jón Ingþórsson. Við vorum að ræða náttúrulega Vigni og Gulla áðan sem eru skæðir og svo eru þarna Norðurlandameistarar, Evrópumeistarar. Nei, hvaða titill tóku það? Voru Norðurlandameistarar. Já, Norðurlandameistarar. Já. Þannig að þarna nú heldur betur styrkur og svo Hemmi Friðriks og Jón Ingþórsson. Þarna er heimsmeistari líka, Björn Eysteinsson. Og þarna er heimsmeistari. Þannig að þetta er gríðarlega sterk sveit. Já, þetta er sveit sem svona, þetta er sveit sem var svona í meiri brekku í undankeppninu heldur að bjóst við. Já. En svona, maður myndi telja samt að þessi sveit sko sé eina af þeim sem svona á góðum degi getur komist í topp 4. Ég held að léttilega, þessi sveit getur léttilega verið þar. Já, svoleiðis að þetta er eina af þessum sveitum sem mun vera að berjast að komast áfram. Einmitt. Máling, Baldvin Valdimarsson, Eiríkur Hjaltason, Rúnar Einarsson, Guðjón Sigurjónsson, Steinar Jónsson, Hrannar Elísson, firnastark sveit. Já, þetta þarna náttúrulega sko, enn og ný komin sveit sem er mjög líkleg í topp 4. Alveg. Við þurfum eiginlega að hætta að tala um þetta, maður var bara stressað fyrir þetta mótbjörn. Þetta er svo marga góða sveitir. Það er bara, oh my god, sko. Ég er bara að fara enda með 5. Já, og það er kannski skemmtilegt við það. Það gæti alveg gerst. Já. Þetta eru það mikið af góðum sveitum. Að sveitir svo Grant Thornton, eða þeir eru ekki á tánum allt mótið, þá gætu þau bara dottið niður. Var það ekki Þorlákshöfn fyrir nokkrum árum að Infosveitin meira segja komst ekki í topp 4 þegar Norðurljós vann? Þá endur heila með 5. Já, nú bara... Já, gott. Það var bara svoleiðis, held ég. Ég fer allt saman, hann ef ég er að fara með rangt mál, þá byrst ég nú bara fyrirgefningar. En ég held að þegar Norðurljós vann, það var nú fyrir nokkrum árum, Hlynur og þeir, þá hefði mér þeir ekki komist í topp 4, sko. Einmitt. Allt getur gerst. Já. Og svo er hérna spennandi líka gervigreind sem komst áfram þarna á einhverjum skrýtnum spilum á kostnað SFG í loka viðreikninni. Það var agalegt að horfa á þetta, sko. Ég var hérna út af og stundu voru við inni og vel inni og svo fórum við út aftur og margir dularfullir samningar þarna í þessari lokaumferð. Eðlilega, gervigreind. Eitthvað sem við skiljum ekki. En þótt mér finnst ekki gaman að komast ekki áfram, þá samgleðst ég þeim innilega fyrir að ná þessu bara. Og þetta eru Sigurður Jón Björgvinsson, Sveinn Ragnarsson, Karl Logason, Hróðmari Sigurbjörnsson. Nú, Daniel Már Sigursson og Ingi Agnarsson. Var Hróðmar ekki einhverja annari sveit eða kemur hann líka sem aukamaður? Nei, hann er ekki sem aukamaður. Hann var í þessa sveit. Hann var í mótinu. Og var að spila gamla makkisinn frá úlinga tímabilinu, Kalla. Þeir voru makkerar, þeir voru úlingar. Ok. Þetta er vantarlega sveit sem svona mun vera á svipuðum stað og við í munur, sveit sem mun svona geta strýtt ykkurum en svona er í þessari baráttu að vera kannski ekki í alveg neðstu sætunum, heldur svona eitthvað að koma sér upp, sko, svoleiðis að. Já. Hvar verður spilað, Matthías? Það verður spilað í Fjölbrautaskólanum í Ármúla. Sama stað það er bara mjög góður spilastaður. Já, alveg frábær. Já. Og öll aðstæða þar til fyrirmyndar. Já, einmitt. Ég bara fagna því og við viljum bara sjá hellinga áhorfendum. Já, algjörlega og svo náttúrulega verður sendt út á BBO líka. Já. En við viljum hins vegar endilega fá bara fólk til að mæta og fylgjast með þannig. Já, einmitt. Spennandi. Sko strákar, þið verið að afsaka þáttastjórnunum hjá mér. Hún er alveg í mólum. Ég ætlaði semst að ræða
3 önnur mál en ég veit ekki hvort ég kem þeim fyrir vegna þess að nú bara fólk sem að býður hérna fyrir utan og þarf að komast í næstu upptöku hérna í myndverinu. Það kannski allt í lagi að við geymum það sem að ég ætla aðeins að rappa núna við ykkur vegna þess að það aðeins handan við hornið í tíma. Það semst kjördæmamótið sem að eitt skemmtilegasta mót ársins. Mér langar að ræða það. Og svo það mót eins og bikarkeppnin framundan, það eru viðburðir fleira, það náttúrulega landslýsverkefni stóra og fyrirgeðu Magnús minn að við náum eiginlega ekkert að einbæra því en ég sé að þú lítur vel út og þú ert komið engaþjálfara og þið eru bara fulla að æfa fyrir risa stund í sumar, ekki satt? Jú, vonandi með það ganga vel. Já, Evrópumótið. Já, lok júní og nógu tími til þess að ræða þessa viðburði framöndan, þannig að ég að setja bara punkt núna og þakka ykkur kærlega fyrir komuna, Matthías Imsland og Magnús Eiður Magnússon. Eitthvað sem þið viljið segja að lokum? Nei, bara takk fyrir að bjóða okkur og bara frábært. Já. Alltaf gaman að koma til þín. Já, þakka ykkur fyrir, sömuleiðis gaman að fá ykkur og þakka ykkur hlustendur og áhorfendur fyrir samfylgdina. Við verðum hér að líkindum eftir 2 vikur næst og ræðum þá í ítarlegra máli þennan risa viðburð framundan sem í sumar sem Evrópumótið og hvaða möguleika við eigum þar og ræðum kjördæmamótið á Flúðum og sitt hvað fleira skemmtilegt. Verið sæl.